hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, grunnurinn af þjóðtrú okkar sá að ef þú leggur þig fram að þá mun þér vegna vel og þeim sem vegnar vel að það fólkið sem hefur lagt sig mikið fram og á það skilið. Og bak við þessa hugmynd náttúrulega það að þau sem eru fátæk eða standa sig kannski með veika stöðu í samfélaginu að það hlýtur að vera þeim sjálfum að kenna. Það felst í orðunum. En Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor í heimspeki, þú varst að skrifa verðleika samfélagið. Þetta var kannski fullgróf mynd sem ég var með að því. Nei, þetta ekki bara sú mynd sem gefin og þetta náttúrulega, þetta kannski ekki einfalt en við, ég veit ekki, við vitum kannski flest allavega að auðvitað þetta ekki svona að það náttúrulega alls konar hlutir eins og heppni og bara þetta sem spilar inn í hvernig fólki vegnar. Já. Og ég held allavega að það væri, já, ég trúi því nú ekki að það séu margir sem að myndi bara neita því og halda því fram að það hafi bara ekkert með að gera. Við ættum að vita. Já, en svo viljum við, og það náttúrulega bara, manneskjan náttúrulega bara mótsagnarkennd, sko, og ég hugsa, geta alveg trúa því að við séum mörg með bara alls konar mótsagnarkenndar hugmyndir þetta, af því að við viljum trúa því þegar eitthvað gengur vel hjá okkur, og við fáum eitthvað gott. Það er munni fyrir því. Já, við höfum munni fyrir því, við hefum það skilið. Og svo þegar eitthvað gengur illa þá ofta öðrum að kenna. Já, það einmitt freistandi þá að halda og það náttúrulega stemmir ekki, sko. En svo náttúrulega líka mjög slæmt þegar fólk, sko, kannski fólk fer að trúa því sem kannski vegnar illa að það fer að trúa því að það sé því sjálfa að kenna, að það fylgir því náttúrulega bara hræðileg vanlíðan. Því haldið að fólki. Já, einmitt. Við getum talað þetta sem svona, hvernig við sem persónu bröðumst við, en svo búum við í samfélagi og þetta sem ég var að lýsa áðan, það ég kallar þess að þetta væri þjóðtrú. Þetta bara ríkjandi hugmyndafræði sem við búum í. Já, og þetta náttúrulega hugsað kannski líka sem svona hvetjandi, að ef við erum dugleg, þá uppskerum við eins og við sáum, sko, og fáum eitthvað gott að launum. En svo náttúrulega bara allur gangur, ég meina, og það auðvitað getur það haft eitthvað að segja líka, stundum fáum við eitthvað gott og höfum munni fyrir því og ég ætla auðvitað ekki að neita því að það getur gerst. Það ekki sköpum mistarann og það allt saman? Já, einmitt en það ekki það eina, þetta náttúrulega eitthvað svona sko samspil og margþætt. Já. En af hverju varst þú að skrifa þetta? Það vegna þess að þetta svona hangir í loftinu, svona að halda okkur verðleika samfélagi? Já, sko ég óréttlætið sé raunverulega réttlátt. Ég var beðin að skrifa pistil í þarna hátekjublað heimildarinnar og þá langaði mig til, þá fór ég að hugsa þetta, hvað þetta 1% sem með miklu hærri tekjur heldur en við hin og svo náttúrulega jafnvel líka ef maður skoðar tekjurnar hjá þessu 1% þá gríðarlegu munur á neðsta fólkinu þar og efsta alveg bara mjög mikill, sko. Þannig að það líka kannski hægt að fara að tala 1% af 1%. Það er stundu gert svona 0,1%. Einmitt. Og þá svona fyrir að hugsa getur það verið að þetta fólk eigi skilið svona miklu meira heldur en annað fólk og það náttúrulega kannski ekkit einfalt þetta með sko hvað eigum við skilið, hvað það að eiga eitthvað skilið og hvenær eigum við eitthvað gott skilið og á það alltaf að snúast að vinna mikið eða eigum við kannski bara alls konar hluti skilið bara í krafti þess að vera til og vera manneskjur. Eiga allir skilið að geta lifað sæmilega áhyggjulaus
haft framfærslu og verið húsnæði. Já, einmitt og það er kannski eitthvað sem að sko væri svona í hinu fullkomna samfélagi að okkar samfélagi hefur ekki svarað þessu sko. Nei, aldeilis ekki en þetta er svo sem eitthvað sem ég fjallaði áður. Ég skrifaði fyrir nokkrum árum bók peninga, bæði frumspeki og svona siðfræðilegar hliðar á peningum. Það reyna að finna siðferði í peningum. Já, fyrir hluti bókarinnar svona spurninguna hvað eru peningar en svo fer ég svona út í hvernig er réttlátt að skipta þeim. En þannig að þetta eru svona það sem að ég skrif þarna í þessari grein, þetta eru hluti sem að koma líka við sögu þarna í bókinni, þannig að þetta er nú eitthvað sem að ég hef svona verið að velta fyrir mér áður. Við lifum í heimi sem leggur mikið upp úr og að því varst að nefna tekjublaðið, þar var efstur Þorsteinn Már Baldursson, fyrrum aðaleigandi Samherja, hann búinn að koma eignum sínum til barnanna að mestu leyti held ég. Það góðsögn hann að þeir harðduglegir frændurnir á norðan keyptu Guðstein í Hafnarfirði, togara sem hafði legið við bryggju í 3 ár og unnu þar hörðum höndum við að skrapa rið af millidekkinu og það sé grunnurinn af auði Samherja. En auðvitað er þetta ekki svoleiðis. Guðsteinn hann, af því hann hafði legið í Höfn meðan að viðmiðunar árin sem átti að útluta kvótanum voru, að þá fengu þeir útlutað aukalega kvóta með því að fara og suða aðeins í ráðuneytinu. Svo keyptu þau á hrakvirði 2 togara af bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem að Sjálfstæðisflokkurinn seldi þeim þar, sem að ef einhver hefur áhuga á því að skoða aftur á baka þá er það alveg ótrúlega lágt verð miðað við verðmæti sem að þeir fengu og það var eiginlega grunnurinn af því að svona auðsöfnu þeirra hófst og svo notuður hana til þess að kaupa og sölsa undir sig raunverulega kvóta hér og þar. En goðsögnin duglegu frændurnar sem voru að skrapa millidekkið, það er algjörlega inngróið í hetjusögu Samherja. Því að þá er Samherji að sækja í staðinn fyrir að vera bara típist auðvald, þar sem að auður safnast af auð, að þá er þetta náttúrulega miklu skemmtilegri saga að þeir hafi eiginlega brotist út úr massanum og þessum litlausa hópi sem að við erum og gert eitthvað. Einmitt. Og svo er það náttúrulega líka, það getur vel verið að það séu til einstaklingar hér og þar heiminn og líka á Íslandi og sem að tekst þetta að brjótast upp úr fátækt og verða milljarðamæringar og svo framvegis. Og þeir eru sjálfsagt duglegir og útsjónarsamir og sniðir og engin ástæða kannski til að efast það, en það er líka auðvitað fullt af öðru fólki sem að er ekkert minna duglegt en sem að bara er ekki jafn heppið. Og þannig að það er líka svona kannski eitthvað sem maður má hugsa að það getur vel verið að þessi í 1% séu upptilhópa fólk sem er vinnusamt og duglegt og sniðugt og en verðum alltaf meira fólk sem eru erft bara. Já, svo er það auðvitað líka en þá er kannski klókast að fæðast inn í réttu fjölskyldu. Einmitt, já, algjörlega og það er náttúrulega einmitt heppni sem að augljóslega kemur við sögu líka og fullt af fólki sem að er ekkert minna duglegt og ekkert minna sniðugt en bara á í stöðu basli en svo er það náttúrulega líka spurningin að segjum sem svo að sumt fólk sé duglegri en annað eða eitthvað og hvað merkir það að vera duglegur og á hverju ætti endilega að verðlauna dugnað eða og hvers konar dugnað erum við að tala og svo er náttúrulega sem svona það er náttúrulega hægt að tala neikvæðan dugnað líka, til dæmis vinnusamur og duglegur morðingi er eitthvað, það er einhver sem að maður svona óskar þess að væri latari Já, og margir sem að
með hugsa eigin hag, Einmitt. að þeir brjóta gegn hag annara. Einmitt, og þá náttúrulega kom upp þær spurningar sko, þetta með að hugsa eigin hag versus það að hugsa að gera eitthvað gott fyrir samfélagið eða heiminn eða bara aðri kringu sig. Það annað einkenni okkar tíma sem kannski að peningar eru mælikvarði alls og meira þess að rækta hérna stundum í sambandi við listir og svona að það sé ekki til svona annað svið eða svona counterculture, það sé allir að reyna fyrst og fremst bara að meika það og það að meika það það að verða markaðsvara sem er keypt og selt. Það þannig að önnur gildi hafa dofnað og það í menningu bara liðin áratuga og tala ekki alda, það sem oft til mótvægis við ríkidæmi bent á aðra þætti sem eru eftirsóknarverðir. Ég held að þetta einkenni svolítið okkar tíma að ríkidæmið eiginlega orðið eini mælikvarðinn. Já, það allavega svona mikil áhersla lögð á það og að það og svona þennan mælanleika á öllu, hvort sem það í peningum eða með einhverjum öðrum kerfum, einhver stigagjöf og samkeppnir. Metsöluhöfundur góður rithöfundur. Einmitt, og afköst líka en þá fyrir maður náttúrulega hugsa það endilega besti rithöfundurinn sem hefur skrifað flestar bækur. Stephen King. Herðu, en ef við tökum hina hliðina, þeir sem eru fátækir. Eitt það hvernig fólk metur það sjálft og þú ert að benda á það, hvað getur verið hættulegt að telja það að vera að ég fátækur af því að mig skorti verðleika, ekki það að ég hef orðið fyrir félagslegu óréttlæti og þess vegna ég fátækur. Og náttúrulega best fyrir fólk að fara og taka þátt í einhverju baráttu innan fátæku til að losna. Þá lærir á leiðinni að það eru aðrir í sömu stöðu og þú lærir að fyrirgefa þeim fátæktina sem átt kannski erfitt með að fyrirgefa þér. Þess að mjög hollt fyrir fólk að taka þátt í baráttu fátækra eða í verkalýðsbaráttu eða samtökum leigjanda eða eitthvað slíkt að næstu þetta væri þetta að selja sem sjálfstyrkinganámskeið. Þannig það eitt í þessu. En samfélagið, það heldur svolítið að fólki að það sé eitthvað að því eins og þú ættir að mennta þig meira þess sagt. Einmitt. Og svo náttúrulega kannski sjáum við það að það náttúrulega bæði það að það hafa kannski ekki allir sömu möguleika á að mennta sig og þurfa að hafa mismikið fyrir því út af efnahag og fleiru og ekki eftir svona verst að fínt að einhver sé sem að þrýfur herbergin fyrir túristana og lifi sæmilu líf af því. Við viljum ekki allir séu millistjórnendur í að sjóa. Nei, einmitt og svo það náttúrulega ekkit, það helst náttúrulega ekkit endilega alltaf í hendur menntun og kjör fólk sko en auðvitað það aðalatriðið að við sko getum öll bara fengið að vera til og vinna alls konar störf eða hvað það sem við gerum og njóta virðingar í samfélaginu og geta lifað sómasamlegu lífi. Það hlýtur að vera eitthvað sem að væri betra samfélag sem byggði upp á það. Ef allir þeir sem að lifa við linnulausan afkomu kvíða og þurfa að neita sér og börnum sínum ýmislegt eða þau ekki frið fyrir þessu, þá myndir náttúrulega rísa hér upp ævintýrlega skemmtilegt samfélag. Einmitt, og það náttúrulega gríðarlegt álag sem að fylgir fátækt og náttúrulega eins og þú komst inn á áðan sko, skömm í rauninni sem að fólk upplifir, talað að fylgi fátæktinni og það náttúrulega partur af kannski þessari skömm, það þessi svona ríkjandi hugmynd í samfélaginu að þau sem eru fátæk, þau geti sjálfum sér kennt og að þau sé eitthvað gölluð eða verri en við hinn og þar á leiðandi eða skammast sín sko. Og þú finnur fyrir þessu þegar þú gengur út í samfélagið. Þetta ekki þitt samfélag. Einmitt. Og það náttúrulega ótrúlega sóun verðmæta að láta fólk ganga þannig út í samfélagið. Einmitt
bara, bara náttúrulega ömurlegt að ég veit ekki hvernig frekar hægt að lýsa því, sko. En við erum að tala svona, segjum að það sé rétt hjá okkur að það myndi leysa úr læðingi stórkostleg verðmæti ef við myndum frelsa fátækustu frá afkomu kvíða sínum og skömm, þannig að þau getur verið fullið þáttakendur í samfélaginu. Hins vegar ef við verum að hlusta eftir hvernig hefur verið rætt hvernig við getum bætt samfélagi, styrt menningun og hlera, þá erum við mest að hugsa hvernig við getum stutt þá sem eru best settir í því að gera meira af því sem þeir hafa verið að gera. Það er svolítið ríkjandi. Ég meinar eins og svona styrkir og verðlaun og eitthvað svoleiðis. Alls konar hluti, ef við ekki kalla til okkar besta fólk og það sem við erum að segja, stinga bara upp á því kannski verði það bara snjallast sem við gerðum til þess að búa til öflugt samfélag og auka hér menningu og listir er að bara að gefa henni fátækustu frí frá kúun sinni. Einmitt. Og það er einmitt náttúrulega þessi spurning eins og hvernig, ef við bara hugsaum listir, að það er náttúrulega frábært að geta notið þess að notið verka góðs listafólks í hvaða listin það er einhver frábær tónlistarmaður sem að við hinn njótum þess að hlusta og allt það þannig að það er mjög gott að við bara öll getum átt þess kost að njóta þess. Þú ert ekki auka jöfnu með lemja niður þá sem að standa hæðst. En svo er líka náttúrulega ofboðslega gefandi fyrir okkur öll að geta skapað sjálf og tekið þátt í listiðkun þó að við séum ekki einhverjir frábærir listamenn eða með einhverja sérstaka hæfileika. Svo veist það náttúrulega ekki. Ég get tekið dæmi. Einu sinni voru þið konur, bara eiginlega utan menningarinnar. Voru allir höfundandi, voru kallar á eitthvað fleira. Og eitthvað geti sagt að það er nú ekkert mikið fengið með því að konurnar fara að gera eitthvað. Það er nú ekki svo merkilegt sem það gera. Það er miklu næra að þær myndu bara njóta það sem að kallandi gera. Svo opnast gáttir og konur stíga inn í menninguna. Og hefur eitthvað stórkostlegra gerst í síðustu, 50-100 árin, heldur það? Nei, einmitt, og það er náttúrulega einmitt þegar ef það eru ákveðnir samfélagshópar sem að fá ekki einu sinni tækifæri til þess að spreyta sig. Við bara viljum ekki heyra raddir þeirra. Já, þá náttúrulega erum við að fara á mis við alls konar frábæra hæfileika sem að bara fólk sem að fær aldrei ef þú fær aldrei tækifæri til að læra á hljóðfæri til dæmis, þá náttúrulega kemur aldrei í ljós hvort þú sért með einhverja frábæra tónlistarhæfileika eða ekki, og við rænt þeirra röddum. Já, alveg, og þetta er náttúrulega svona í listum, í vísindum og bara pólitík hinnum ýmsu geirum samfélagsins að þá er náttúrulega bara mjög slæmt ef það er bara einhver mjög þröngur og einsleitur hópur sem að situr að öllu af því að þá erum við hinn í rauninni að ekki bara sjálfa missa af tækifærum heldur að við erum að missa af alls konar röddum sem að væri frábært að fá að heyra í en svo er líka svo þurfum við líka kannski að geta haft rödd þó að við segjum að ég sé fátæk og ég fá að læra á hljóðfæri og það kemur í ljós að ég er ekkert með neina sérstaka hæfileika en mér finnst samt gaman að spila kannski og það er kannski enginn að fara koma á tónleika hjá mér en mér getur samt fundist gaman að spila heima hjá mér eða eitthvað og þannig að það er líka eitthvað svona sem að er mikilvægt að hlúa að fólk geti fengið að bara vera skapandi og gera alls konar skemmtilega hluti þó að það sé ekki að endilega að skila af sér einhverjum verkum á heimsmælikvarða. Og vera séð sem eitthvað annað heldur en fátækabarnið. Hann José Abreu sem að stofnaði El Sistema sem eru tónlistarskólar í fátækahverfum Venezuela, gerði það ekkert upp á 1970, hann sagði einmitt svo fallega eins og að kannski stæðsta gildið í þessu að fátæki drengur sem fer heim með fiðlu, hann er núna drengurinn með fiðlu sem hann var ekki áður. Já.
Þannig að það bara að þú fáir eitthvað sem að lyfti þér og þetta fiðlan í þessu dæmi bara tákn. En listir eru gáttir sem að við eigum að halda opnum fyrir alla sko. Já. En þegar maður las greinina að þá verðleika samfélagið og þá svona auðvitað er margt í þessu og eins og þú ert að segja hér að æfingi skapa meistarann og þú veist ekki að tala að tala niður verðleika en það liggur við að sé í henni að þessi hugmynd hún hefur kannski bara valdið meiri skada en hún gerir og við þurfum kannski ekki að upphefja hana af því það svo innbyggt í okkur persónulega eins og við vorum að segja við getum bara að lesa ævisögur fólks sko, það sem að eignar sér allt sem er gott og kennir öðrum það sem verra þannig að það ekki eins og við þurfum að ýta undir þetta en þessi svona linnulausi svona áróður verðleikasamfélagsins hann hefur umverulega sko bara svona eitur áhrif í samfélagið. Já, það býr til það ýtir undir svona stéttaskiptingu í rauninni og sem er náttúrulega ekki gott en það einhvern veginn sko það af því að við þurfum auðvitað líka sko að við höfum ekki öll sömu hæfileika eða áhugamáli og svo framvegis og við viljum líka sko við viljum fyrir utan það að vilja samfélag þar sem öll fá tækifæri og geta notið sína að þá viljum við líka held ég búi í samfélagi þar sem að sko einstaklingar sem að hafa alveg sérstaka hæfileika og geta nota þá til þess að miðla til okkar hinna einhverju frábæru hvort sem það er sko lækning við krabbameini eða tónverk eða hvað það er að við viljum líka að hafa þetta í samfélaginu. En við erum ekki beint í hættu með að vera að stoppa það. Við erum frekar í hættu með að halda sko stórum hópum niðri og frá samfélaginu. En líka með því að halda stórum hópum niðri þá erum við að fara á mis við svona einhverju frábæri einstaklingar sem að gætu miðlað okkur einhverju frábæru og auðvitað þurfum við að sko hafa ákveðna verkaskiptingu það vill enginn fara í aðgerð hjá skjálfhentur skurðlækni eða bara ef við hugsum lækna til dæmis við viljum að þeir kunni til verka viti hvað er að gera þegar við treystum þeim fyrir líf okkur að limum og við viljum og bara fagfólk yfirleitt að það viti hvað það er að gera en kunnum við þetta ekki? Ég meina meðan það pípara þá spyr ég fólk sko, þekkir ykkur pípara? Þegar ég vil fá pípara sem einhverjum með góða reynslu af, ég fer ekki bara í guðlusíðurnar eða er til ennþá og ég myndi ekki gera það við heilaskurðlækni sko. Ég myndi spyrja, heyrðu, Eyja, varst þú ekki í heila aðgerð þannig daginn? Gekk ekki vel? Manstu hvað ég heiti? Ég myndi pröfa það einhvern veginn. Já, einmitt og það er, en það sem að skiptir máli þar líka er held ég að sko þó að einhver hafi einhverja frábæra hæfileika sé óbúslega góður í einhverju, að þá þurfum við að geta viðurkennt það sem er góður í þessu en það þýðir ekki endilega að hann sé sko eigi meiri lífsgæðiskilið en hinn eða viðkomandi sé einhvern veginn betri eða merkilegri manneskja það er kannski það sem að við þurfum einhvern veginn að geta aðskilið það að svona viðkomandi er ekki sko hefur ekki meira siðferðilegt vægi heldur en einhver sem hefur ekki neina sérstaka hæfileika af því að við erum öll manneskjur og svona skiptum öll máli. Ég held að svona peningahyggjan og það að peningalegur árangur er æðsti mælikvarðinn miklu meira núna heldur en bara þegar ég var ungur og ekkert svo ungur mér þess að sko. Ég man eftir samfélagi þar sem að voru svona alls konar svona viðurkenning sem gætt fengið á þess að það væri peningar sko og jáfnvel sumstaðar voru bara þóttu peningarnir vera bara fyrir í því sko. Já. Og það þótti sá sem að var að elda peninga mikið, hann litið á hann sem hálfgerðan kjána. Já. Svo sem að þú getur líka lesið, sko, tala við fólk á dánarbeði, það mun segja þér það. Það eftir svona eftir peningum er ekki að sniðast það sem að gera í lífinu. Einmitt. Og líka bara þegar við hugsum sko, hvað er
það mikilvægasta sem við gerum og það sem við einhvern veginn njótum mest eða fáum mest út úr þá eru það ekkert endilega einhverju hlutir sem við erum að fá peninga fyrir. Og ætti ekki að vera. Nei, og ég náttúrulega veit ekki sko hvernig það er að líta svo á að svona eftirsókn eftir peningum síðan eina sem skiptir máli en ég á svolítið erfitt með að lifa mig inn í þá hugsun. En hún minnst svolítið ríkjandi núna og svona kom með nýfrjálshyggjunni sem þetta var algjör hennar grunnstef að við ættum raunverulega að fela þeim framtíð okkar sem að væru ríkastir af því þeir væru sannarlega með mestu verðleikana. Akkur ættum við verið að spurja og opinbera starfsmenn eða svona mislukkað fólk einhverja leiðsögn. Þetta spurjum við ríkakallinn. Hann ríkur af því hann klárastur. Okkur spyrjum við ekki þennan klárasta, ætlum við að búa til samfélag þar sem við erum alltaf að spurja hérna fátækustu sem eru þar að lendi vitleysustu. Hvert þetta samfélag okkar leiðir? Þetta er bara nýfrjálsíðan. Þetta er náttúrulega ekki góð aðferðafræði. Þetta er okkar samtími. Já, og náttúrulega mjög vont þegar sko þau sem stjórna mest og sem að hefur einmitt vaxið mjög að það fari saman sko völd og auður að það sé einhvern veginn bara rauninni hægt að kaupa sér völd og það náttúrulega skila sér í þá stjórnendum sem að hafa engan skilning á kjörum bara venjulegs fólks hvað þá fólk sem að er sko býr við mjög þröngankost. Já. Bæði að því það hefur engin kynni af því, hefur ekki kynni af fólki sem er við þær aðstæður og það er innbyggt í trú þeirra að það sé til einskis að leggja sig, reyna að skilja það vegna þess að það er umverulega mislukkað fólk. Já, og það er náttúrulega bara grimmur heimur sem við lifum í svolítið. Mjög grimmur heimur, sko. Það var ekki betri í gamla daga og það var hryllilegt hvernig samfélög bara fyrir fáum áratugum héldu konum niðri og stéttaskiptingin var mikil og allt þetta. En í því samfélagi þá var ekki alltaf gefið að henni ríku færu með ríkisvaldið. Það var alltaf hugmynd eftir almennan kosningarétt og svona verkalýðsbaráttu almenning sem að ríkið þetta að vera almenningur. Kannski mistum við þá trú aftur og heldum að ríkisvaldi eigi að vera vald hinna ríku. En til hliðar voru náttúrulega, ég var að tala við geðlækni hérna daginn og vorum að tala og hann sagði að auðvitað notaði fólk skáldskapinn til þess að til dæmis að skilja sorg sína og komast í gegnum það. Og mér finnst það svo sorglegt að hann sagði þetta í þátíð. Og ég fór að velta fyrir mig hvort að listin hafi raunverulega haft svona meira vægi eða gildi, hafi ekki verið sett á eitthvað svona stall, þetta var svona hversdagslegri áður og svo vorum við náttúrulega með kirkjur og heimspeki. Þannig ef að við erum monotónisk í svona peningahyggju, þá var það kannski vegna þess að við erum veik í listum og trú og öðru slíku. Já, ég skal ekki segja sko hvað það er sem að veldur svona þróun og ekki að við mættum vera duglegri að ræða sko menningun okkar og hverju raunverulegu gildi í henni til mótvægis við hið mikla afl. Við ættum náttúrulega ráða að ræða sem mest um það. Þannig ég nefndi hann Abrá, sem stofnaði El-Systema. Hann sagði upp úr 1970, hann áttaði sig á því að það var stjórnarkreppa í landinu og það var efnahagskreppa og það var stjórnlagakreppa og guð má vita hvað ekki. Og hann hugsaði, þetta er bara birtingamyndir af sömu kreppunni. Það er einhver andleg kreppa í samfélag okkar og það er bara það er þetta að lækna það með Guði og það er þetta að lækna það með listum og ég veit ekkert um Guð, þannig ég ætla að gera það með listum. Þannig þarna kemur þessi svona hugmyndum að við verðum að rækta þennan þátt samfélagsins ef að hinn á ekki að verða algjörlega drottnandi. Sko. Og það er náttúrulega kannski snýst þetta þá ekki eitthvað að finna einhvern tilgang með þessu öllu saman sem að
felur í sér einhverja fegurð eða eitthvað gott og fallegt og sem að við fólk finnur kannski í trú og við finnum í listum og gera samfélaginu gagn á þess að vera að safna auði til dæmis. Það er hægt. Að gera samfélaginu gagn á þess að vera bara ríkur. Einmitt, já, algjörlega. Ég meina og ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig er hægt að gera samfélaginu gagn með því að safna auði nema þá að það sé til þess að gefa til góðgeramála eða eitthvað þannig. Til þess að gefa af sér þannig, sko. Já, ég veit það ekki, sko. Ég er svolítið erfitt með að sjá einhverja sérstaka fegurð í auðsöfnun. En svo held ég að við, sko, það þarf að lítið til þess að við förum að réttlæta eigin, sko, svona, að því auðvitað við þurfum að vinna fyrir peningum til þess að bara hafa þakka yfir höfuðið og fá að borða og allt það, sko, að sinna nauðsynjum okkar og ég held að við séum alltaf voðalega gjörn á að svona fara að hugsa meira og meira sem nauðsynlegt og að já, ég fæ alveg að borða og ég sef undir öruggu þaki og eitthvað svoleiðis en ég vil samt fá meira og það er eitthvað svona sem að já, ég veit ekki, kannski er það eitthvað mannlegt, sko, að við förum alltaf að réttlæta nei, þetta er nú ekki alveg nóg sem ég komið með, ég þarf meira og þannig að við látum í rauninni stjórnast voðalega mikið af peningum og við og metorðum og fleira, við erum friðlausar skepnur, sko, við þurfum einhverja hjálp til þess að verði ekki bara að skrýmslum, það er bara þannig. Já, náttúrulega metorð eru náttúrulega, það eru náttúrulega meira svona viðurkenning samfélagsins og sem að þannig að við erum svona hégómagjörn líka, sko og en svo náttúrulega, sko, svona samkvæmt rannsóknum sem eru gerðar þá er fólk ekkert hamingjusamara þó það eigi meiri peninga. Auðvitað þarf ákveðið lágmark. Það er náttúrulega ekki hamingja fólkinni því að lifa við skort. En þegar fólk er komið með svona nóg til að hafa í sig og á, að þá verður það ekkert hamingjusamara þó að það afli meiri peninga eða eignist meiri peninga. Það var sagt í ágættir í bíómynd sem var sýnd fyrir árið síðan. Þá sagði aðalpersonan að það er betra að gráta hryggur í Benz en strætó. Já, kannski. Þetta er oft sagt, þú færð ekki hamingju með peningum, en þú færð þægindi. En þá var það spurningin, sko, hvort að þau séu þess virði, sko, og hvers þú tapir ykkur á leiðinni við að leita allra þess að þæginda. Kannski geta það verið betri í strætó og þá kannski er fleira fólk þar og einhver sem kemur og fyrir að hugga þig, sko. Já, það gæti ekki, sko. Stundur hrekkur fólk frá ef að ykkur sýnir veikleika í strætó. Já, einmitt. En alls ekki, sko. Ég geti vel trúið því að það sé betra, enda var ég að vitna í einhverja persónu í bíómynd, þetta er ekki mín skoðun. Þetta er líka í huga, það er einu svona Jim Carrey leikari að veita verðlaun í Golden Globe og hann sagði hér stend ég, Jim Carrey, sem tvisvar sinnum hefur fengið Golden Globe verðlaunin, þannig að ég er ekki bara eitthvað venjulegur maður, ég er Jim Carrey sem hefur tvisvar sinnum fengið þessi verðlaun og þegar ég leggst til svefns á kvöldin þá loka ég þreyttum augum mínum og sæki í kveld sem sá sem hefur fengið tvisvar sinnum Golden Globe verðlaunin. Og mér dreymir að ég geti kannski fengið því í þriðja skipti því að ég veit að þá væri ég fullkomnaður og þá væri það loksis nóg. Það var þannig getur verið mjög skemmtilegur. Einmitt. Og svo er það náttúrulega það sem fylgir svona að fengi hann þau í þriðja skipti, þá fer hann að hugsa fjórða skipti. Það er þannig, sko. Þess vegna verðum við að hafa í kúltúrnum okkar og menningun okkar eitthvað svona mótvægi við það sem ég er að rukka heimspekingir og prestana. Og það er þetta við, sko, það er
það er ekki bara sko ágirndin eða auðsöfnunin heldur líka hégómagirnin og eins og þetta með að við þráum að fá Golden Globe verðlaun eða hvaða nú einhverja svona viðurkenningu, eitthvað sem að vera séð og virt. Þar sem að er upp á skrifa, þú ert frábær og þú ert einhvern veginn betri en fjöldin eða hvernig sem við túlkum það sko en hvort það veitir fólki svo auðvitað er alltaf ánægilegt að fá hrós en eigum við einhvern veginn eigum við að láta stjórnast svona mikið af því eða eigum við kannski að reyna að hugsa meira hvað get ég gert til þess að bara auðga líf mitt og annara. Ég sagði það þegar ég var ritstjóri í Granda, þá sagði stundum við blaðamenn að ekki vera að sækja svo mikið til hrósi því að síðasta klappið á öxlina getur kasta okkur fram á brúninni. Það getur verið hættulegt að elta svona eineft. En að því að ég var að segja rukka heimspekingarna og prestana um þetta, ég veit ekki hvort það kannski leiðist einhverju heimspekingum að vera sett svona við hliðina á prestunum, ég veit ekki. En það annað í þessu sem að það líka hvernig til dæmis barátta er háð að hinn láglaunafólk að það sé ekki verið að heyja baráttu þeirra sem að skortir heldur að í þeirri baráttu sé eitthvað sem að við eigum og getum. Mér finnst svo augljóst hvernig Efling er að reyna að laga og breyta bara tóninum í því hvernig þau birtast, að þau eru ekki þau sem eru án verðleika, þau eru ekki þeim sem að ég er bara það sem er skorti, heldur ég er eitthvað annað sko. Einmitt, og það er líka náttúrulega bara mikilvægt fyrir fólk að upplifa það að það hafi eitthvað til þess að vera stolt af og að það hafi eitthvað fram að færa og að það eigi skilið sömu virðingu og hver annar. Og það er sem er einmitt þá svo hræðilegt þegar er grafið undan því með einhverjum svona skilaboðum að þau ef þér gengur ekki vel þá ertu bara mikið og átt að geta gott skilið sko. Ég meina þegar ég var ungur þá var stórkvæmt þetta að sjá Dag Sigurðarson stoltan á nokkurs vafa að þetta veri hans heimur þótt að væri gata á buxunum hans á rassinum og allt það þannig að það mætti vera meira af svona slíku stolti fyrir einhverju öðru heldur en bara því sem er einhverju hýrakíu peningana. Já, það auðvitað og eins og það segir, það er náttúrulega bara mikilvægt að svona hlúa að samfélagi þar sem að fólk fær að njóta sín í öllum sínum fjölbreytileika og fær alls konar tækifæri og það er náttúrulega náttúrulega þessi svona verðleika hugsun, það má náttúrulega segja að gagnrýnin á hana sé tvíþætt, að náttúrulega annars vegar það það er svona kannski þessi svona empíriska gagnrýni að það náttúrulega bara augljóslega þá búum við ekki í verðleikasamfélagi. Heimurinn er ekki þannig að fólk fái í samræmi við það sem það leggur fram og af því að ég meina það er bara svo augljóst að horfa á annars vegar á bara barn sem fæðist í hræðilegri fátækt og barn sem fæðist í nýríkidæmi og svo framvegis augljóslega eru tækifærin ekki og fólk er veluna fyrir að sölsa undir sig auðlindum og að lifa á vinnu annarra og við gætu verið grimm og sagt að hratið flýtur upp í samfélaginu. En svo er svona hin spurningin, segjum sem svo að við gætum búið til samfélag þar sem að við hefðum öll nákvæmlega jöfn tækifæri. Hvernig sem við færum að því, það væri náttúrulega bara mjög einhvern veginn að tryggja það að öll börn alist upp með sömu tækifæri og það séu engir erfiðleikar og sem að skemma fyrir og allt það sem að er náttúrulega bara praktist séð kannski erfitt að sjá nákvæmlega hvernig væri hægt að útfæra en segjum sem svo að við gætum það. Væru við þá komin með þau fullkomna samfélag þar sem að samkeppnin væri þá öll
jöfn, svona, við byrjum öll kapplöpið á sama stað en þá vakna spurningar líka að því eigum við þá að fara að verðlauna fólk fyrir einhverja svona meðfædda hæfileika og náttúrulega eins og ég nefndi áðan segjum að einhver sé með einhverja stórkostlega tónlistarhæfileika eða hvað það er að sem að þýðir það að við komandi eigi þá að fá miklu meiri pening eða lifa miklu betra lífi og eigum við að refsa fólki fyrir að hafa ekki neina sérstaka hæfileika og þetta er náttúrulega eitthvað sem að við ráðum ekki við en hvað við fáum í vöggugjöf og gerir okkur ekkert endilega kannski betri manneskju að fá eitthvað þannig að og þá einmitt kemur líka upp að þá værum við einhvern veginn þau sem að gengi vel hjá væru þá sannfærðum að þetta eru virkilega sko ég á þetta skilið að því ég er svo frábær og þau sem að gengi illa hjá ættu þá að jafnframt að vera sannfærðum að þetta væri nú bara mér gengur svona illa því að ég er svo ömurleg og er það samfélag sem við myndum vilja hverjum væri það til góðs í rauninni? En það líka, þetta mér hefur núna að svolítið ríkjandi finnst mér svona hugmyndum síðustu ára og áratuga svona að það sé hægt að flokka fólk í gott og slæmt og svona þessi hugmyndum að við séum breiskar fallan verur svona við veitum nú í miðaldar guðfræði eða það bara við hvert sig við rúmu við bæði illmenni og góðmenni að við hún svona vera svolítið að víkja svo hugmyndum að við séum getur verið margt sko eins og þú ert að taka dæmi eitthvað sem að stendur hefur eitthvað stórkostlegt fram að færa fyrir okkur sem okkur hinn langar í en hann getur verið bölvaður drullusokkur, það getur margir verið ótrúlega klárir það hefur verið sagt til dæmis að svona karlastéttir eins og verkfræðingar, læknar og fleiri að þetta eru menninir sem að tapa mestu á hlutabréfamarkaðnum að því þeir halda sko yfirburðaþekking sín í fæinu setja heimfarin yfir á hvað sem og verða, þú kannast við það, menn getur orðið ótrúlega ratar utan síns fræðasviðs. Jú. En alveg samfærðir þar getur sína eins og þeir eru í fræðasviðinu eða þekkingarsviðinu. Við erum svo margskonar, við erum allt. Og einmitt og það og einmitt mjög slæmt ef að sko við förum einhvern veginn að við erum bara að smætta fólk niður í eitthvað eitt og af því að við erum náttúrulega öll, ég meina ekkert okkar bara eitthvað eitt, við hvert og eitt okkar tilheyrir alls konar hópum, við höfum alls konar kosti og alls konar galla. Og í okkur eru þversagnir. Já, erum full af þversagnum og svo líka náttúrulega að sko flest viljum við líta á okkur sjálf sem góðar manneskjur og að við séum einhvern veginn að reyna að gera rétt og eitthvað þannig en við gerum öll mistök líka og við gerum líka bara siðferðilega ranga hluti og sem og spurning á að kalla það mistök eða það bara að við einhvern veginn föllum í freistni og gerum eitthvað slæmt og vitandi að við sem að gera eitthvað slæmt og svo bara réttlætu við það rétt eftir. Einmitt, já, við erum náttúrulega mjög góð í því yfirleitt að réttlæta eigin hegðun. Réttlætinga vélar. Alveg og náttúrulega vonumst samt til að við flest látum það vera að fremja einhver hróðaleg illvirki en að við svona höldum okkur á mottunni í slæmu hegðuninni sko. En það einmitt mjög slæmt að einhvern veginn að líta á einhverja mannesku sem algóða eða alvonda eða að líklega bara ekkert okkar það. En peningarnir hafa oft þannig áhrif ef ríki kallinn í herberginu að ég get lofað því að það hlæja allir af bröndurunum hans, hvað sem eru fyndnir eða ekki. Peningar hafa ótrúlegt aðdráttarafl. Já. Peningar og vald sem að náttúrulega fylgjast að sko. Og þú getur séð það í herbergjum sko, oft hallar herbergi sér að einhverjum tilteknum sem að annað mesta peningin eða mestu völdin. Já, og það einmitt og það þarf ekki að vera peningur, það geta verið völd líka og maður sér þetta
jafnvel á heimsbyggiráðstefnum þar sem að hérna er svona hópur í kringum einhvern frægan í kaffihlénu. Já, við erum svolítið veikar manneskjur. Þess vegna verðum við að gæta okkur og ég er gaman að tala um þetta og lesa greinina þína að þetta verðleika samfélag að við ættum kannski að setja það í einhverja hillu sem svona þetta er varúðarfullu hugmynd sem við höfum að beita með mikilli varúð. Já. Þú veist, ef við beitum henni kæruleyslega að við bæði völdum sko skaða og mikilli sorg og dembum skömmi við fólk sem á alls ekki skilið hana og sem þarf síst að hann halda. Og ef að þú upplifir að þú hefur svona mikla verðleika og eigir svona margt skilið, farðu bara hægt með það. Ekki vera að reykja of mikið með það. Nei, mitt og þá kannski einmitt gott að hugsa ok, ég er svona frábær, ég hef svo mikla bara hæfileika og verðleika og hérna að kannski ætti mín næsta hugsun þá að vera hvernig get ég látið gott að mig leiða með þessum frábæru hæfileikum mínu. Annað en að sópa að mér aðdáun allra hinna. Mjög gaman að fá þig að tala um þetta mikilvægt mál. Alltaf gaman að tala um svona þessu sviði, svona um samfélagið okkar því að við erum mikið til að tala hérna um pólitík og svona ýmis svona birtingamyndir átaka í samfélaginu en við lifum ekki í menningu sem er svona seigfljótandi og hefur mikil áhrif og meðal annars á það sem við erum svo að ræða hérna. Mjög gaman að fá þig. Takk fyrir mig. En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim og þetta samfélag og stundum okkur sjálf líka. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.